Góðan daginn og velkomin á Sport TV. Fyrsta des í Stykkishólmi, Snæfell Keflavík, tvö efstu liðin í Dóminósdeild kvenna spila hér í kvöld, í dag. Síðasti leikur milli þessara liða var í lok október þar sem að Keflavík sigra á heimavelli 73-69. Þannig að ég geri ekki ráð fyrir öðru en hér verður mjög spennandi leikur. Og það eru fleiri leikir á dagskrá í dag. Valur Grindavík, Fjölnir Haukar og það eru þessi þrír leikir í Dóminósdeild kvenna og svo er 32 liða úrslitin í Powerade bikarnum hjá körlunum sem að Haukar B og Víkingur Ólafsvík eru að spila. Vængir Júpiters og Fjölnir og Stjarnan B og Þór. En við reynum að flytja ykkur fréttir af einhverjum af þessum leikjum eins og þau birtast okkur. En tvö hörkulið. Keflavíkurliðið taplaust. Búið að vinna 11 leiki. Snæfellsliðið búið að vinna 9 leiki, tapa 2. Það er óbreytt að vera þetta tvö lið sem spila til úrslita ef ekkert breytist. Glæsilegt frákast þarna. Vel gert. Þarna voru Kíró og Helga Hjördís í baráttum frákasti, náðu þarna sóknarfrákasti. En Keflavík heldur boltanum. Já, annað þriggjastaðaskot í rauðu Keflavík. Geigar. Fínt draf hjá Hildi, vel gert. Ótrúlega fljót fram Birna. Líklega ein, ef ekki svo langleikarindasta í deildinni í vetur. Gefur yngri stelpum ekkert eftir, en þetta er fín hreyfing hjá Kíru. Mikilvægt fyrir Snæfellsliðið að nýta teginn svolítið, opna fyrir færi þar. Keflavíkurliðið getur skotið. Já, fínt. Það eru líklega ekki tilbúin að hleypa Pálínu í mörg þriggjastaðaskot. Hún hittir alveg eins og vindurinn. En hún hittir á fleiri stöðum, þannig hún keyrir þá bara á körfuna. Já, vel gert, fín vörn. Einhver klaufagangur í sókninni á Keflavík. Já, vel gert. Kemur í 6-4. Já, kannski full erfið sending. Þannig að glemdi Hildur Björg bara að taka trailerinn í gegnum teginn. Alda með þriggjastaðaskot klikkar, en Hildur með frábært frákast. Hún er búin að eiga fínan vetur núna hún Hildur Björg. Og þar báðar, Hildur og Hildur. Já, þetta er rétt. Hún var löngu búin að stilla sér upp. Hildur þurfti að koma með boltan bara fyrr. Já, annar airballinn hjá Keflavíkurliðinu hérna á fyrstu 4 mínútum leiksins.
Já, frábært frákast. Þetta var nú frekar ójafnt þarna líka. Kíra töluvert stærri og sterkari en Pálína. Hún að byrja hana leik vel. Hún hefði skipt svolítið máli fyrir Snæfellsliðið. Manni hefur fundist hún stundum sofna í leikjum. Staðan 8-4. Það var vel gert, hún klikkaði þessu frábært frákast. Það er að hyrða hérna sóknarfrákast. Svona ólíkt Keflavíkurliðinu. Það eru Keflavíkar bæði með Bryndís og Birnu þannig inn í teig sem eru miklir frákastarar. Birna hefur nú ekki gefið eftir mikið á frákastum sínum vallarhelmingi, þannig að það er barátta í Snæfellsliðinu. Nei, þetta er ekki. Hún reif bara af henni boltan, frábær vörn. Já, frábær sending, vel gert. Hildur Björg. Hennar fyrstu 2. Já, Snæfellsliðið byrjar töluvert sprækar hérna. Á að setja þetta niður. Pálína kom með 3 stig. Og 4 frákast. Einar stóðsendingur, vel gert hjá henni. 10-6. Nú pressaðir. Já, fínt skot. Við höfum séð hérna Snæfellsliðið lendi í vandræðum á móti pressuvörn. Núna síðast á móti Grindavík, en hérna það leystu þetta ágætlega. Þetta er frábær. Annars skipti sem að hérna hún Helga Hjördís tekur bara boltan á Birnu. Vel gert hjá henni. En ég hef nú ekki vonað að Birna hleypi henni mikið oftar í þetta. Galoppi skoti á Öldu, setur hún það, já, þrýstir hjá henni, 15-6. Siggi Ingemar tekur leikli. Já, þetta fer hressilega af stað hérna, 12-6. Lítill munur svo sem fyrir Keflavíkurliðið þegar hafa séð það svo sem Svartari, það eru búin að sigra alla leiki í vetur og hérna reyna hún ekki með þetta slá þær út af laginu, en Snæfellsliðið byrja hérna fullt af sjálfstrausti. Kíra Marló hérna með 8 stig fyrir Snæfell. Byrjar þetta vel fyrir þær. Við skulum sjá, ég reikna nú með að Keflavíkurliðið skelli jafnvel í smá pressu núna. Snæfellsliðið kannski fengi fullmikinn frið með að við hvað við setjum Keflavíkurliðsins í sókninni. Ná að stilla þessu skynsamlega upp og hérna taka sinn tíma að spila almennilega sóknarleik. Já, glæsileg sending. Þarna hérna var Alda bara skrifin á eftir hérna, en það er pressa eins og mig grunaði, en það ná að klára þetta þokkalega. Og
Og Hildur með 3 stiga. En fínt frákast. Helga Hjördís í boltanum. Það vel gert hjá Birnu, hún ætlar ekkert að láta það neitt stoppa sig í þessu meir. Snæfellsliðið verður að koma hratt með boltan upp til þess að trufla þessa pressu sem þeir ætla að setja upp á þær Keflavíkurliðið. Nei. Já, vel gert hjá Helgu. Já, fín vörn. Galoppi þrýstur og frábært frákast. Vel staðsett, gleymdu sér aðeins þarna, fóru 3 í hana. Skipting. Kemur Birna út af og Jessica inn á og Hildur skipti við Rósu. Nú vantar 2 stig á töfluna, það er 17-12. Keflavíkurliðið með svæðisvörn, ætla greinilega að stoppa þetta inn í tegnum en vel gert að Kýrum. Við höfum séð liðin bæði kalla og kvennadeild skella í svæðanastæði. Það virðist stundum trufla eðlilega sóknarleik liðsins. Það er ólögleg hindrun þarna. Virðist stundum trufla sóknarleikin hjá liðunum sem eru kannski óvanari því að spila móti svæðisvörn. Já, vel gert. Fín hreyfing þarna hjá Söru, snögg í snúningin en Alda sá við henni þarna. Frábær hjálp. Já, það er alltaf þetta hjá henni Helgu, hún er komið með 6 stig í leiknum. Hún eiga fína leik hérna í upphafi. Já, villa á Söndru. Já, hefnar þarna Snæfell, ná frákastinu. Nei, fyrsta leikluta lokið, stað 21-12.
Snæfellsliðið öllu sprækara til að byrja með einhver vandræðagang í sóknarleiknum. Við erum ekki að sjá þær skjóta eins mikið frá þryggjastæði, það virðist ætla að stoppa það Snæfellslið. Og Helga komið 6 stig, Kýra 8 fyrir Snæfell. Svona 2 stigahæstar. Pálín og Birna með sikkur 4 stigin hinum megin. Og við sjáum ekki tölfræður og öðrum leikjum. Virðist ekki vera úr öðrum leikjum en Vængir Júpiters og Fjölnis að spila núna í 32 úrslitum, byrjuðu núna klukkan 3. Stjarnan og Þór ekki fyrir en 4:30 í dag. Haukar, B og Víkingur, Ólafsvík eru búnir, byrjuðu klukkan 1. Mikið álag á leikmönnum, margar keppnir í gangi, Lengjubikarnum nýlega lokið, Dóminósdeildin í fullum gangi og svo bætist Powerade bikarinn við. Þannig að já, ágætt skot Ingunni en hitt ekki. Það keyra hratt upp Keflavíkurlið, Jessica mjög snögg. Skiptir Hildur út af fyrir, já, Ellen kemur inn á. Jessica setur fyrir það, 21-13. Og seinna. Hennar fyrst í 2, það er pressa. Já, leysa þetta ágætlega Snæfellsliðið núna. Já, ágætt skot. Enn og aftur ná Snæfellsliðið sóknarfrákosti. Það er fróðilegt að sjá eftir hvað þetta eru mörg sóknarfrákosti, en þau eru örugglega 4 eða 5 núna. Já, setja þetta. Fínt skot, fínt leikkerfi hjá Keflavíkurliðinu. Kemur Jessica upp á toppinn og tekur 3 stiga skoti. Já, vill á Pálínu. Nei, miskilningur. Skrefi á. Fín vörn hjá Öldu þarna. Það líklegast að varandi aðra leiki í umferðinni að þeir byrja ekki fyrir 4, þess vegna sjáu þau ekki beint. Það er að ná að leysa þessa pressu. Ég hef séð Keflavíkurliðið taka öflugri pressu en þetta, en frábærlega gert. Ótrúlega snögga fram. Nei.
Já, glæsilega gert. Kíra virðist geta dottið þarna upp á hægpóstinn og fá bara fríar sendingar þarna inni. Hún lítið trufluð. Þannig að sveiflaboltanum, en loksins hittir Pálína úr 30 stiga. Hún líklega komin á bragðið núna, 23-20. Og 30 stiga skot, Alda. Alda kom með 6 stig. Annað þristurinn hennar. Já, fín. Sýndist hún ekki koma við hana þarna. Nei. Skref. Kemur skipting Birna og Bryndís inn á. Skipta við Söru og Söndru sýndist mér. Kíra kemur út af, Alda kemur út af. Og Hildur og Helga inn á fyrir Snæfell. Og það er pressa. Já, hann er svolítið máttlaus þessi pressuverð með það sem við séum oft áður. Já. Já, Bryndís óvinnar, ágætis hreyfing. Já, glæsileg sending. Vel gert, það er alltaf tvöfald á Pálínu eðlilega. Nei, þetta er ekki að hafa Helgu. 6 stiga munur, 28-22. Kemur þristur á steinleikur. Pálína hittir eins og vindurinn eins og við vitum. Aðeins og, já, glæsilega gert. Vel gert, það svaraði ágætlega, en hérna Pálína í fríum skotum hittir mjög vel. Ef hún ætlar að fara að skjóta mikið hérna, þá verður það að stíga á mótinni. Fikk alveg galopið skot þarna beint upp á toppnum. Eins og sagði hérna upp að þetta eru 2 efstu liðin. Keflavík með 22 stig. Tíu mínútur eftir að hálfum, 30-25. Snæfellsliðið leitt hérna í fyrir hluta leiksins, en hérna Keflavík komið aðeins tilbaka. Glæsileg sending. Annað skipti sem að Birna gleymist þarna undir. Hún er býsna snögg hérna inn í.
Það er bara gleyminni, hún er snögg að koma sér fyrir. Sett á Kíra að setja niður. Vel gert hjá Ellen, hún er ótrúlega snögg. Þarna var Hildur bara of sein. Komið 3 villur. Ekki gott fyrir þær að missa Hildi út af svona snemma, þannig hún verður að passa sig. Setur fyrir, getur minkað þetta í 1 stig. Nei, klikkar á setna. Já, rétt. Skoppar af henni. Já. Já. Kíra hefur þurft að fá aðeins ákveðnari sendingu þarna. Ágætis hugsun. Kemur Pálína upp í 3 stiga og setur hann. Nei, jú, spjaldi ofan í. Keflavík kom yfir í leiknum, fyrsta skipti síðan bara í upphafi. Kíra með 3 stiga, stígur á línuna en Aldan er frákastinu, vel gert. 5. eða 7. sóknarfrákasti hjá þeim og Hild. Já, fínt frákast hjá henni, kemur keyrandi í teginn bara, það er sofnið á verðinum. Kemur Hildur Sigurðar út af, Helga inn á. Hildur Sigurðar með 3 villur, líklega ætlar Ingi Þór að hvíla hana fram að hálfleik. Klikkar á fyrra. Nei, klikkar á báðum. Og Birna enn og aftur frí hann undir. En klikkar, óheppinn þarna. Þetta er algjörlega hennar skot, hún á að setja þetta. Já. Já, glæsilega gert. Vel gert á Birnu. Hún er í toppformi. Galopinn teigurinn þarna, það er verið að falla aðeins frá henni. Hún er hættulega undir, það er betra að leyfa henni að fara í skotið. Já, setur hann. Kemur þeim yfir aftur. Já. Alda er að hitta vel í dag, mjög vel. Taka leikinn aðeins meir í sína hendur heldur en við höfum síðan undanfæri.
Full erfitt skot hjá Jessica þarna. Við höfum síðan að hittur þessu en þetta var full erfitt. Lá kannski ekki svona á. Nei. Ein og 20 eftir. Fram að hálfleik. Já, Pálína sá við þessu. Og Birna enn og aftur þarna. Birna búin að eiga fínan leik hérna. Hún er að skora þarna hægra megin undir körfunni. Enn og aftur erfið sending. Þú hendir ekki lausum boltum með Pálínu á sóknarmanninu. Já, rétt, Villa. Ingi þó tekur leikli. Það verða hérna að taka ákveðna sendingar þegar þeir ekki að læða boltanum fram hjá Pálínu. Hún stelur þessu öllu saman. Lausar sendingar í úrvalsdeild. Gangi ekki alltaf upp. En 35-36, hörkuleikur hérna, ómögulegt að spá fyrir. Snæfellsliðið byrjaði öllu sprækara. En hérna Keflavíkurliðið kom tilbaka og hérna er að skora hérna fína körfur. Gaman að segja það fyrir því að Skarpi en hérna félagi minn og kollegi er í Sport TV fékk leyfi í dag. Búum að heilsa honum. Enda sælu svipur á dómarunum þeir hérna hann er ekki mættur til að lesa pistilinn. En ég er gaman að segja fyrir því. Við erum í afskaplega góðu sambandi við alla þessa dómara og allir félagar okkar og vinnir. En 35-36, 37 sekúndur eftir að hálfleiknum. Já, baráttu boltan að dags, Snæfella boltan, 22 sekúndur. Já, fín sending. Óheppinn hann Hildur að setja hann ekki, en það ná frákastinu og Hildur Sigurðar setur hann 37-36, 15 sekúndur. Ólögleg hindrun hjá Birnu. Birna kom með hvað? Hennar fyrsta villa. Nei, erfitt skot. 37-36 hérna í fyrri hálfleik hjá Snæfell og Keflavík, tveimur efstu liðum Dóminósdeildar kvenna. Við skreppum hérna í örstutt hlé og fáum auglýsingar rétt á meðan. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? Nei, er það ekki Herbert Guðmundsson? Arnar og Ívar. Hvað er þið að gera hérna? Við erum að selja Hámark prótendrykk. Má ekki bjóða meistarunum að kaupa? Herðu, gjörum svo, gangi í bæinn. Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Takk fyrir strákar mínir! Ætlaði þú ekki að selja honum Hámark? Hvað hann keypti fernu?
the #1 author of Kiss the Girls. Alex Cross is an emotional powerhouse that will keep you on edge. Detective Cross, you have a very pretty wife. It's Tyler Perry like you've never seen him before. Time to deliver some justice. Best villain of the year, Matthew Fox. You're taking this personally. It's a must-see. It ain't over. Alex Cross, Frumsýnd 20. nóvember. Taktu þátt í leiknum. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. The first thing I wanna do is make sure that you feel it too. So I'm not the only one. Come on and let me out, it's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. So I can feel Come on and let me out to a better way. Open up a smile on another face. So I can feel something new. Feel something new. Jólasveinninn, páskahérinn, tannálfurinn. Sandi, svæfðan, með drauma Sandi. DreamWorks kynir jólamyndin í ár, Goðsagnirnar 5. Það er skylda okkar að vernda börn. Frá höfundum Madagaskar og Kung Fu Panda. Jökulfrosta? Goðsagnirnar 5, frumsýnd 7. desember. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Let's watch the game in my place. Hello? Hi, where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Samfilm og DreamWorks kynna Madagaskar 3. Vinirnir úr Madagaskar eru mætt aftur í sinni bestu mynd til þessa. Stór skemmtileg teiknimynd sem allir ættu að eiga í safninu. Madagaskar 3 er komin á DVD og Blu-ray. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Samfilm og Warner kynna jólagrínmyndin í ár. Frábær mynd sem ætti að koma öllum í jólaskap. A Very Harold and Kumar Christmas er komin á DVD. Já, góðan dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta.
realize my love for you was strong. And I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I go crazy, now you're gone. Now you're gone. I realize my love for you was strong. And I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I go crazy, now you're gone. There's an empty place in my heart. Without me, I'll never break apart. It won't heal and never fades away. I'll think about you every day. We run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Yeah. Girls, we run this mother. Who run the world? Girls. 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 Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run this mother? Who run the world? Girls. 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 Some of them men think they freak this like we do, but no they don't. Make your check come at their neck. Disrespect us, no they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this be Jæja, velkomin aftur. Snæfell, Keflavík hérna í Stykkishólmi, 2 efstu liðin í Dóminósdeild kvenna. Staðan 37-36. Við reiknum nú með að þessi leikur verði eltingarleikur á báða bóga, jafnt allan leikinn. Spurning hvernig fjórði leikluti fer í liðin. En Keflavík liðið ósigrað eins og hefur komið fram. Nú í liðunum eru Kíra með 10 stig og Alda með 11 stig. Og það er athyglisvert að sjá að Snæfellsliðið hefur tekið 13 sóknarfrákust. 15 varnarfrákust, en Keflavíkurliðið tekið 1 sóknarfrákust og 18 varnarfrákust. En hjá Keflavíkurliðinu eru það Birna og Pálína sem eru báðar með 13 stig og svona atkvæðamestar í stigaskori allavega. En stigaskori virðist dreifast aðeins betur hjá Snæfellsliðinu í augnablikinu allavega. Bæði Hildur Sigurðar og Helga Hjördís konur með 6 stig. Hinum megin er það Jessica með 5. Snæfell byrja með liðið 37-36. Og þeir eru örugglega að klára lagið hérna. Ekki vill Ingi Þór meina það. En eitthvað er að laga til á ritaraborðinu. Nonni Mæju er með þetta alveg á hreinu. 37-36. Snæfell byrjar með boltan. Keflavík byrjar með svæðisvörn. Ætlar hérna vonandi þeirra vegna að stoppa stigaskorið inn í teig.
En vandamálið kannski það að þetta stór ástæðan fyrir því að Snæfellsliðið með þetta mörg sóknarfrákust. Bættu þarna einu við, tveimur. Já, þetta var skrítið. Þannig bætti Kýra við tveimur sóknarfrákustum. Það eru 15 sóknarfrákust hjá Snæfellsliðinu og munar nú minna. Á móti einu hjá Keflavíkurliðinu. Birna með frítt skot. Nei, þetta er ekki. Já, fín sendi, glæsilega gert. Þannig að datt Birna út á Hildi eðlilega til hún fengi ekki sendingu í skot en samaskapi var Hildur Björg átti hún auðvelt að leiða körfunni. Erfitt skot hjá Birnu, en kannski þurft að koma sér betur fyrir. Og aftur Hildur og enn eitt sóknarfrákastið. Og enn eitt sóknarfrákastið. Já, þetta er eitthvað sem að Keflavíkurliðið verður að taka á. Það eru að hirða sóknarfrákust hvað eftir annað. Það eru ekki að hafa það endilega vegna þess að það eru hærri eða stærri, það eru bara duglegri. Já, erfið sending, alltaf erfið sending. Við erum búin að lesa þetta fyrir löngu síðan. Fimm sekúndur skotklukku. Já, 1 sekúnd á skotklukkunni. Það er verið að skjóta strax. Fín vörn hjá Snæfellsliðinu, það er ná að trufla sóknina, það komast aldrei í almennilegt skot. Og Jessica með þrist, klikkar, en frábært frákast af Söru. Þær eru með fína frákastar að Keflavíkurliðið og Jessica setur hann, en þar hafa samt sem áður ekki náð að stíga Snæfellsliðið nógu mikið út. En já, Helga með enn eitt sóknarfrákusti. Óöfn að setja hann ekki þarna. Það konar í 20 sóknarfrákust. Eða hátt í 20. 16 eða 17 að minnir. Nei, frítt skot, allt til að taka að Pálína getur hitt úr þessu. Og enn eitt sóknarfrákustið. Þannig voru bæði Bryndís og Birna hjá Kýru, en hún fekk þetta full auðvelt. Nei, þetta er ekki. Og setur hann. Kemur Keflavíkurliðinu yfir 41, staðan 39-41. Nei. Já. Kemur ekki óvart á að Ingi sé að biðja leiklega. Það er eitthvað kæruleysi í sóknarleiknum hjá Snæfellsliðinu. Frábær vörn. Alda búin að eiga frábæra leik í dag. Og sóknarfrákast. Á, glæsilegt skot. Þriðji þristurinn hennar í kvöld. Í dag segi ég. Alda búin að eiga mjög fína leik í dag. Já, Ingi Þór tekur tíma, hann ætlar að skipuleggja sóknarleikinn eitthvað betur.
En ég trúi ekki að Siggi Ingi myndi að lesa þeim núna pistilinn og láta þær hirða þessi frákost því að þær eru að taka endalaust á sóknarfrákostum Snæfellslið. Það er að fá miklu fleiri tilraunir til að klára sóknirnar. Þegar annað liðið er bara með 1 eða 2 sóknarfrákost á móti hinu sem er með 18. Við vorum að vonast til að geta verið hér með statistics hérna á hreinu. Þau uppfærast ekki á sama hraða og leikurinn langt í frá. Og eins og við sagðum áðan, það eru fleiri leikir í dag sem byrja líklega núna klukkan 4 eða er að byrja núna. Ásamt leikjum í Powerade bikar karla. Já, glæsilegt. Helga kemur þarna á ferðinni nær þessum bolta. Já, ágætt skot í Öldu, hún er hitt á enn eitt frákasti. Nei, hann náði þessu. Ellen ótrúlega fljótt fram. Nei, ekki Villa Nóni. Hann á að taka þessi tíma á móti svæðisvörninni. Nei, þetta er ekki. Nei, klárar þetta ekki. Vel spilað hjá þeim. Þetta á Hildur að klára en glæsilegt frákast á Kýru sem dettur ekki. En það er frákastinu sjálf, vel gert hjá þeim, vel gert. Ingunn, fyrirgefðu sem kallaði Ellen á hann, hún heitir vist Ingunn. Þetta er mörg nöfn að leggja minni hérna. Já, sækir hérna Villu Kýra. Og skipting, Hildur Björg kemur út af Rósa inn á Snæfellsliðinu. Já, vel gert hjá henni, hún klárar þetta bara. Já, fín vörn. Kannski full erfitt fyrir hann að reyna að hlaupa henni gegnum vörninni hjá Snæfell. Já, Siggi vill fá illa á þetta. Ég sá þetta nú ekki nógu vel. Það var þælast fyrir okkur hérna dómararnir, en já, fínt skot hjá henni, glæsileg skot, hún getur vel hitt úr þessu.
fínt spil hjá Snæfellsliðinu. Já, fín vörn. 44-48. Keflavíkurliðið kom í 4 stigum yfir. Sex sekúndur. Já, glæsileg skot hjá Jessica hana. Annað þristurinn í röð, kemur í 7 stiga mun. Mesti munur á mesta fórhaldar sem Keflavíkur náði í leiknum. Já, frábær hreyfing. Þetta verður hann að klára en hérna brotið á henni. Sandra Lind brýtur á henni. Setur fyrra. Setur setna, 46-51, skipting. Helga Alda kom út af. Og Ellen og Hildur Björg inn á. Já, erfið sending. Spurning hvort að Snæfellsliðið verður ekki að taka sér aðeins lengri tíma í sóknina núna. Það er mikilvægt að halda þessu, nýta sóknina vel. Og þriðji. Hún er bara að skjóta þér hérna hressilega yfir Jessica. Hún er búin að taka ansi marga þrista í þessum leik. Nei, allt og erfitt. Vantaði þarna og fínt skot. Her er bara að skjóta þér hérna í kaf Keflavíkurliðið. Fjórði ef ekki 50 þristurinn í röð. Og Hildur með þryggjastega en klikkar frábært frákast. Já. Það braut Ingun á Ellen en fínt frákast hjá henni. Klikkar á fyrra. 9 stiga munur. Spurning hvort að Keflavíkurliðið er að stinga af núna. 26 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Klikkar á seinna en það taka sóknarfrákast. Frábær sending. Frábær sending. Klikkar á fyrra. Það verður að nýta þessi víti. Setur seinna 47, 10 stiga munur. Keflavíkurliðið búið að skjóta þær hérna í kaf svolítið með 3 stiga skotum. Komast stressilega yfir í fyrst. Hún tekur enn eitt 3 stiga skoti. Nei, full erfitt, frábært frákast.
47-57 hér, þriðja leikluta lokið. Spurning, þær verða að stoppa þessi þriggjastaðaskot. Snæfellsliðið hjá Keflavíkurliðinu er ætla að eiga séns. Og samanskapi nýta sóknirnar mun betur. Búin að spila mjög samfærandi sóknarleik Snæfellsliðið þangað til núna kannski í þriðja leikluta, þá hefur þetta verið svolítið ströggl. Að samanskapi hefur Keflavíkurvörnin aðeins tekið við sér. Það eru að reyna að loka tegnum aður vegna þess að það er að vera að hýrða bæði frákost og annað og hérna Snæfellsliðið búið að taka ansi mörg sóknarfrákost. En við spáum hérna ansi spennandi í fjórða leikluta. Ég trúum ekki öðru en að Snæfellsliðið reynir minnst að nálgast Keflavíkurliðið eitthvað. Já, fínt drákast. Keflavík heldur sig við svæðisvörnina. Já, vel gert hjá henni. Hún er ótrúlega sterk hérna úti. Tvær í henni. Ágættisvörn. Verður að reyna að stoppa hana en klárar þetta þokkalega. Klárar þetta náttúrulega mjög vel. Og blokk hérna hjá Rósum. Varði boltan. Ingunn vissi ekkert af henni. Já, þetta verður að klára. En halda boltanum. Mjög mikilvægt fyrir Snæfellsliðið að ná að jafna þetta áður en að leiklutin er hálfnaður, svo þetta sé ekki neira stiggaleikur en glæsilega gert. Engin tími til að snúa sig, bara skotið aftur fyrir. 51-57, 6 stiga munur. Snæfellsliðið með fyrstu 4 stigin í leiklutanum. Já. Erfið sending hérna. Já. Vel spilað hjá Snæfellsliðinu, en þannig fær Hildur bara hlaupinn teginn. Orðið erfiðara að matcha upp þegar Jessica er farin að dekka hana hann inn í tegnum. Nú skiptir Bryndís inn á að reyna að stoppa þetta. Getur minkað þetta í 4 stig. Gerir það, 53-57. Hún eiga fyrstu 6 stigin hérna í leiklutanum, Snæfellsliðið. Já, setur hann vel klárað hjá Ingunni. Rósa í inni hérna en vel klárað.
Helga Valda inn á fyrir Rósu og já, Ellen að skipta líka. Jessica kom með 3 villur. Já, þetta er ekki. Og Birna með 3 stig. Já, vel gert. Þetta er flott spilamennska hjá Snæfellsliðinu núna í augnablikinu. Já, Birna klárar þetta. Helga alveg í henni þarna en hún er að klára þetta. Já, frábær vörn og villa. Þannig að stal Jessica boltanum. Kira kom með 4 villur. Hún verður að reyna að halda sér inn í leiknum fyrir Snæfellslið. Hún er gífurlega mikilvæg í frákostum og inn í teig. Frábært frákast þannig á Birnu. Það er að sækja sér meira aðeins núna. Já, þetta er villa. Hárið rétt. Þarna bara Pálín og Snögg. Fyrir Öldu í þetta skiptið. Halda skrefinu eftir. Setur fyrra. Pálín er búin að eiga fína leik. Og seinna. 55-63. Nei, þetta er ekki. Keflavík með boltan, geta auki muni núna í 10 stig í það minnsta. Það er erfitt að elta Keflavík lið. Og Pálína með 3 stiga. Þetta er ekki flott frákast á Birnu. Klikkar hjá henni, það er verið að stíga Birnu út. Nú Birna farin að taka þessa bolta. Og glæsilega gert hjá Hildi. Það er bara coast to coast. Því sem næst. Getur minkað munin í 5 stig. Sem hún gerir. Já, steg út á aftur inn á, mistu boltan. Sara kemur inn á, skiptir við Birnu. Birna ná aðeins andanum. Hún að vera mjög sterk núna í 4. hlutanum, takandi fráköst og annað. Þetta er skref. Já. Frábær sending og vel gert hjá þeim. Bara vandræðagangur í Snæfellsvörninni. Það náðu að spila hann hérna svolítið í sundur og náðu fína skoti. En Hildur Björg svarar strax. Já, óhafnar hérna. Eins og ég segi, það þýðir ekkert að taka þessa kitt-sendingar inn í. Það eru í öllum boltum. Ákveðna sendingar. Og verða að vanda þær.
Þriggja stiga tilraun og setur hann. Hildur Björg, 5 stig í röð hérna hjá henni, minnkar munin í 2 stig aftur. Og leikur aftur hérna. Jessica tekur þetta frákast. Opið skot til Pálínu og hvað? Nei. Og leiklega hjá Sigga. Nokkuð öflugur sprettur hérna á Snæfellsliðinu. Keflavík komið 11-12 stiga mun og það ná að minnka muninni í 2 stig. Og af öðrum íþróttafréttum gaman að segja frá því að Liverpool yfir fyrsta skipti í mjög langan tíma. Ennþá meira gaman að segja að West Ham 3-1 yfir Chelsea. En þetta nú hérna kannski svona off the record pínulítið. En jafn leikur hérna 63-65, Snæfellsliðið leiddi framar að leik en Keflavíkurliðið kom sterkt tilbaka í 3. leikluta. 4 mínútur eftir hérna og hérna Snæfellsliðið búið að minnka munin aftur niður 2 stig eftir 12 stiga forskot, 11-12 stiga forskot Keflavíkurliðsins. Við áttum ekki von á öðru hjá 2 efstu liðum deildarinnar en að þetta yrði jafnt. Spurning hvort við fáum framlengingu. Allt í lagi með það, fínt að vera í hólminum. Snæfell með boltan, opið skot, Helga hefur hitt á þessu færi en ekki núna. Fín vörn á Snæfellsliðinu núna. Glæsileg sending hérna. Óöfn Bryndís nær frákastinn og klárar þetta. Nei. Birna tekur þetta. Já, fín baráttu á Keflavíkurliðinu. Það er verið að stíga þær út. Það er alltaf greinilega ekki að gefa þeim eftir þessi frákast eins og auðvitað og var hérna fyrir hluta leiks. Nei, þetta er ekki Alda búinn að hitta ágætlega í dag en hérna, þetta er ekki þessi. 4 stiga munur, Keflavík með boltan. Já, galopið, hún fekk allt og langan tíma. Og já, þetta er ekki hjá þeim. Keflavík getur aukið forskotið. Allt í einu komið 7 stiga munur. Ef það skora núna og reiknaði með Ingi Þór tæki leiklega. Já, fín vörn þarna. Ágætis hreyfing á Birnu. Óöfn að klára þetta ekki. En fín vörn hjá Helgu. Hún náði að fippa hana. En nú verður Snæfellsliðið að skora. 2:20 eftir. Ótrúlegt. Ótrúlegt, vel gert. 65-70, 5 stiga munur. Mikilvæg karfa, þar verða bæði lið verða að nýta þessar sóknir sínar. Munurinn er lítill. Sara með skot, klikkar.
Nei, hún nú hittur þessu en Villa Helgur rétt. Þetta hárrétt hjá dómaranum. Þær verða að nýta þessar sóknir. Ef að Keflavík skora núna þá náður 7-8 stiga forystu og það er 1:40 eftir. Það eru 6-7 sóknir. Já, voru þær að klára þetta núna, veit ekki. Glæsileg sending. Glæsileg sending. Já. Skotklukkan fór ekki af stað. Ingi fær leikhlé 1:16 eftir. Þetta eru 5 stig. Nú má Keflavíkurlið ekki skora og þær verða að nýta sóknina Snæfellsliðið til þess að halda sér inn í leiknum. Það lítur betur út fyrir Keflavíkurliðið akkurat núna. Snæfellsliðið náði hérna ágætis spretta á að minnka þetta í 2 stig. Keflavíkurliðið náði strax rönnu eftir komið sér aftur í 7 stig. Það lítur út fyrir, ef að Keflavík vinnur þetta komið þá eru konur með 24 stig, búin að vinna 12 leiki af 12. Snæfell í öðru sæti þá með 18 stig, en við skulum sjá hvað setur. Það er fræðilega nægur tími. Já, Keflavíkurliðið nýtir sóknina, nýtir tíman. 5 sekúndur. Já, fín vörn hjá Snæfellsliðinu, nei. Voru þær að klára þetta. Það verður að mæta þeim fastar og fyrr. Hugsanlega að reyna að stela boltanum. Nei. 38 sekúndur, það geta að jafna þetta. Verður að klára þessa sókn. Það er á góð. Einhverju vildi fá ruðning núna. En hún getur, þetta er karfa góð, kemur þessi 3 stig, getur minkað þetta í 2 stig. Þetta er ennþá leikur. Þetta er framlenging, Sigmundur, sjónvarpsstjóri. Alveg pottþétt. Setur hann, kemur þessi 2 stiga mun. Nú verður Keflavíkurliðið að nota tíman vel. Passa að tapa ekki boltanum. Já, 13-10. Og skot, getur hún jafnað? Nei, klikkar. Villa á 5, Hildur Björg. Já, 3 sekúndur, Keflavík er að klára þetta núna með 2 stiga mun. Eða hvað? Nei, þetta er skotréttur. Ef hún setur bæði þá er þetta búið. Ef hún setur annað þá getur Snæfellsliðið jafnað með 3 stiga skoti. Setur fyrra 70-73. Setur seinna.
Ingi tekur leikli 3 sekúndur, 4 stemmunur. Þetta er næstu því ómögulegt. Það er ekki nema að brjóti að það er væntanlega leyfa að taka bara skotið. Klaufalustu mistök bara ársins að það myndi brjóta á henni og það hún hitti. Þannig að það sem gerist er það að þær gefa þeim örugglega í alla miskusti einhvern. Það mæta þeim örugglega fast en brjóta ekki. Leyfa tímanum að líða. Já, það lítur allt út fyrir það að Keflavík verði taplaust eftir 12 umferðir. En 2 frábær lið hérna. Það er snjallt að taka leikliði, þá fá þeir boltan fyrir framan miðju. Styttar að sækja. Leiknum er lokið 70-74, sigur Keflavíkur hérna. Leikurinn búinn að sveiflast, Snæfellsliðið búinn að eiga frábæran fyrir hluta leiksins. Misti í raun og veru forskotið og fór að elta miðjan 3. leikhluta. Þannig að þú eltir ekki Keflavíkurliðið svo glatt. En við ætlum að reyna að ná allavega þjálfurunum í viðtal hérna. Snæfellsliðið byrjaði nú býsna vel hérna fyrir hluta leiks og hérna tóku 18 eða 19 sóknarfrákast hérna í fyrstu 3 leiklutunum á móti 1 í Haukur en þið tóku þetta í restina. Já, þær spilaði á svaka krafti í byrjun og við hérna ekki. En það var eiginlega ótrúlegt, við vorum bara 1 stig undir í hálfleik þannig að þá sáum við gætum unnið þetta. En því að þær bæði tóku sko, eins og segir 18-19 frákast í fyrirháleik með þessa sókninni held ég. Og við mistum boltan 11 sem í fyrirháleik en svo lögum við þetta. En þær voru helviti grimmar og sterkar í frákastum. Við lentum í tómi basli með þær en þetta er frábært lið og ég er bara ótrúlega montin að við höfum unnið hérna. Þetta fer að vera svekkjandi fyrir önnur lið í deildinni og þetta verður líklega eitt helsta verkefni í liða núna fyrir áramóta eftir áramóta að vinna ykkur. Já, eðlilega þegar einu liði gengur vel þá vilja náttúrulega allir vinna það og það er bara eðlilegt en hérna Snæfellsliðið er mjög gott og hérna við þurftum að hafa mjög mikið fyrir þessu og hérna ég er bara hæstánægður. Takk fyrir að Sigmar, gangið vel. Takk. Það er ekki svekkjandi að tapa þessu leik, þið voru með hérna fyrir hálfleikinn í ykkar höndum, tókuð fullt af sóknarfrákastum og meðan þær gerðu það ekki en það kláraðist í 3. leikluta eða hvað? Já, svona það laði grunninn af þessu fyrir þar, það hittu mjög vel í 3. stiga, settu ykkur að Kani hafði á Pálinu settu held ég saman 5, 4 eða 5 þrista og það er stórt í svona, þegar stigaskóri ekki að herra þá er það stórt. En við náðum að koma mjög vel tilbaka, við lentum 11 stöðum undir eftir að hafa verið 9 stöðum yfir og við áttum að jafna þetta í lokið, við vorum aðeins og fljótar okkur. Það er rétt. Það er gaman að sjá samt liði núna, við erum að sjá Öldu eiga fína leikinn í dag og fleiri og það er að breyka svolítið hópunum sem er með aukið framlag. Já, við erum bara með quality í hverju stöðu og við erum, mér persónulega finnst þetta vera betur en Keflavík og við munum vinna réttu leikina. Það bara gangið vel Ingi minn og sjáumst hressir í næsta leik. Ekki spurning.